Viðtal við forseta Alþingis. Hér er ég komin með forseta Alþingis, Steingrím J. Sigfússon. Er starfið krefjandi? Já, það getur nú verið það. Ef menn eru svona með einhverja óþægð, þá þarf ég að taka í taumana. Ég er svona verkstjóri hérna. Hvað felur starfið í sér? Já, það er þetta, stjórna fundunum á þingi, búa til dagskrána og ákveða hvað menn ræða. Og svo er forseti Alþingis líka eiginlega svona eins og framkvæmdastjóri fyrir fyrirtæki, því að ég ber ábyrgð á öllum rekstrinum hérna og þannig að það er hægt að skamma mig fyrir allt sem að fer úrskeiðis. Þannig að ég þarf bæði að stjórna fundunum í þinginu og líka svona bara starfsemi stofnuninni hérna á Alþingi. Eru of margar ákvarðanir teknar? Já, það teknar mjög margar ákvarðanir hérna sem að hafa heilmikil áhrif í öllu landinu og áhrif á alls konar áhrif á bara lífið í landinu og hagsmuni fólks. Þannig að við erum alltaf að taka stórar og smáar ákvarðanir. Vonandi að mestu leyti góðar, en ekki endilega það er ekki öruggt að það sé allt gáfulegt sem við gerum. Er stóllinn okkur púlti þægilegur? Ekkert sérstaklega. Ekki ef maður situr lengi í honum. Hann er voðalega hátíðlegur svona og þungur og mikill. En við skiptum nú dálítið þannig að maður situr sjaldan mjög lengi. Var gagnrýnin á Þingvöllum og Þingvöllum skerandi? Nei, það var allt í lagi, fannst mér. Fólk var alveg rétt á því að gagnrýna og láta í sér heyra ef það er ósátt við eitthvað. Við höfum aldrei kvart undan því. Finnst þér að Píratar eiga að skammast sig fyrir að taka ekki þátt í Þingvöllum? Nei, ég veist þér ekki nokkið að skamma sín, en ég var ekkert ánægður með það. Ég skildi upp sniðgangaböndi. En þeir hafa svo sem rétt til þess að gera það eða völd að gera það og þeir verða þá bara sjálfir að svara fyrir það og útskýra það. Það skrítið að vera ekki í ráðuneyti? Nei, það er ekkert skrítið og eiginlega bara ágætt. Ég er bara fegin. Það er rosalega vinna að vera í ráðuneyti. Ég þekki það, ég er búinn að vera í mörgum ráðuneytum og ráðherra oft. Veit hvaða vinna það er. Eru of mikil rifrildi á þinginu? Já, stundum, en kannski óvæglega mikið verið að svona pexa og af því að það er líka oft verið bara að deilum eitthvað sem er ekkert stór mál. En það er allt í góðu lagi að menn takist á málin. Ef þeir eru ósammála þau, þá eiga menn auðvitað að gera það. Þingið á að vera þannig, það er að sjónarmið að heyrast og þá er menn stundum ósammála eins og gengur. En mér finnst þetta leiðinlegra ef menn eru bara að rífast einhver svona smáatriði. Vantar fleiri þingsæti? Já, það við getum ekki fjölga þingmönnum. Salurinn er fullur, hann er eiginlega sprunginn. Þannig að það eru 63 þingmenn á Alþingi Íslendinga og húsið eiginlega tekur ekki fleiri. Hefur námið haft áhrif? Námið mitt? Já, ég er jarðfræðingur og kennslu- og uppeldisfræðingur og svo er ég gamall vörubílstjóri og sjómaður og bóndasonur, þannig að allt þetta hjálpar til. Það virkar sjóndeildarhringinn og það er gott að hafa svona fjölbreyttan bakgrunn þegar maður kemur í svona stað. Var of dýrt að halda þingfundum á Þingvöllum? Nei, hann var nú mjög ódýr. Þetta er ódýrasti svona þingvallafundur sem hefur verið haldið hendi bara, en það má alltaf ræða slíkt og það þarf að fara vel með peninga. Af því við erum að eyða peningum almennings, skattborgarinn í landinu og við erum alltaf að vanda okkur þegar við erum að ákveða einhver opinber útgjöld. Hvernig er samstarfið við hina flokkana? Það er nú bara nokkuð gott, myndi ég segja. Þetta byrjaði alveg ágætlega, þetta þing og gengi nokkuð neginn samkvæmt öllum áætlunum. En það er dálítið flókið núna því að það eru 8 þingflokkar. Það er svona aðeins flóknara heldur en kannski á með voru bara 4 eða 5. En við reynum að láta þetta allt saman ganga vel. Steingrímur Jóhann Sigfússon, fæddur 4. ágúst 1955, forseti Alþingis og fyrrum ráðherra. Steingrímur var formaður í VG á árunum 1999 til 2013. Landbúnaðar- og
landbúnaðar- og samgönguráðherra 1988, 1991, fjármálaráðherra 2009 til 2011, atvinnuvegaráðherra 2011 til 2013 og forseti Alþingis 2016 til 2017 og aftur frá 2017. Steingrímur hefur setið á Alþingi frá árinu 1983 og er starfsaldur forseti þingsins. Steingrímur Sverrisson, þingmaður Alþýðubandalags 1983 til 1998, óháður þingmaður 1998 til 1999 og þingmaður VG frá 1999. Steingrímur var þingmaður Norðurlandskjördæmis eystra 1983 til 2003 og frá 2003 fyrir Norðausturkjördæmi. Steingrímur var varaformaður Alþýðubandalagsins 1989 til 1995 en tapaði naumlega fyrir Margréti Frímannsdóttur í formannskjöri 1995. Steingrímur sagði skilið við Alþýðubandalagið í aðdraganda stofnunar Samfylkingarinnar og beitti sér fyrir stofnun Vinstrihreyfingarinnar Græns framboðs nýs vinstriflokks áður 1999 og var fyrsti formaður hennar. Eitthvað að lokum? Ég er bara gaman að tala við ykkur og alveg til fyrirmyndar sem þið eru að gera. Og ég hugsa að þið bara verið hérna á þingi eftir svona, ég var að segja, 20-25 ár. Það er ekki mjög líklegt að minnst einhverjir ykkar verið þá komin á þing. Þið byrji allavega efnilega. Það eru til strákar, allir eru ekki fína fötin, þið eru bara í úlpu. Hvað færðu úlpunni? Svona úlpunni, þú ert ekki í fína fötum. Það eru margar ástæður út af þessu við gerðum þennan þátt. Fyrsta ástæðan var fullveldi Íslands og önnur ástæðan var að ríkisstjórnin er eins árs í dag. Syngjum fyrir hana. Hún á afmæli í dag. Hvenær er afmæli? Í dag eða á morgun? Í dag. Hún á afmæli á morgun. Hún á afmæli á morgun. Ég held hún á afmæli á morgun. Hún á afmæli á morgun. Hún á afmæli á morgun. Hún á afmæli á reynsla þín á stjórnmálum? Fyrst þá man ég eftir stjórnmálum bara þegar ég var pínulítil af því að pabbi minn fyrst var hann ritstjóri og síðan var hann stjórnmálmaður. En sjálf er ég búin að vera í pólitík síðan ég var 42 ára, 2006. Þá var ég fyrst í borgarstjórn og svo í ríkisstjórn, svo þingi og svo núna aftur í ríkisstjórn. Er heilbrigðiskerfið í góðu standi? Já, íslenska heilbrigðiskerfið er í mjög góðu standi. Það má samt laga það og maður gera ennþá betur og þess vegna ég fullt að gera hérna í vinnunni. Alltaf brjálað að gera. Á að byggja nýjan Landspítala fyrir utan borgina? Nei, það held ég ekki. Við höfum að byggja hann upp í Hringbraut. Ég er með þess að búin að taka skóflustungur. Það var nýji Landspítalinn að vera? Við Hringbraut. Æ, afskipt ég klifum með það burt. Já. En af hverju er verið að breyta reglum þungunarrofur? Vegna þess að reglurnar eru gamlar. Þær eru bara frá 1975 og þessi lög eru svolítið úrelt og komið til ára sinna og þá þarf maður að uppfæra lögin og það eru við að gera núna. Leggja til við Alþingi. Hvernig fannst þér ganga að leysa ljósmæðradeilu? Mér fannst ekki ganga nógu vel. Mér fannst það taka of langan tíma og mér fannst það ekki gott. En svo leystist hún vel á lokum og sem betur fyrir þá leysast flestar deilur á lokum. Þarf fólk að þurfa að sofa á göngunum á Landspítalanum? Því miður þá er sum húsin á Landspítalanum orðið svolítið gömul og það er líka orðið þannig að það vantar hjúkrunarheimili fyrir gamalt fólk. Þannig að gamalt fólk er, eða komið að því að það útskrifist af Landspítalanum, þá kemst það stundum ekki út úr Landspítalanum af því að það er ekki hjúkrunarheimili til. Þannig að við þurfum að byggja hjúkrunarheimili og við erum að gera það. Á frekar að gera heilsugæslu fyrir karla í stað fyrir konur til að bæta mætingu karla og auka lífslengd þeirra? Heilsugæsla þarf að sinna öllum, bæði körlum og konum, strákum og stelpum og öllum. Þannig að við á að opna sérstaka heilsugæslu fyrir konur? Nei, ekki sérstaka heilsugæslustöð, heldur kannski að bara að það sé möguleiki á því að konur fái þjónustu við hæfi í heilsugæslunni þar sem að verður aukin áhersla á kvennaheilsu. Hvað ætlaði að gera til að fjölga karlmönnum í hjúkrunarstéttinni?
Það er mjög góð spurning, en það er kannski ekki okkar vandamál að hugsa það. Heldur þurfa bæði háskólinn sem að sér menntun hjúkrunarfræðinga og félag hjúkrunarfræðinga að hugsa það. En það er auðvitað mikilvægt í öllum stéttum að það sé eins mikið jafnvægi milli kynja og hægt er. Svandís Svavarsdóttir, fædd 24. ágúst 1964, er heilbrigðisráðherra Íslands en hún hefur verið alþingismaður fyrir Vinstri-hreyfinguna Grænt framboð í Reykjavík frá árinu 2009. Hún var umhverfis- og auðlindaráðherra í ríkisstjórninni Jóhönnu Sigurðardóttur. Hún sat í borgarstjórn Reykjavíkur árið 2006-2009. Þar var hún kjörin á Alþingi. Ég var að verða manneskja áfriðsár 2007 eftir að hafa leyst hneykslismál með Sjálfstæðisflokki. Það var rosalegt og ég var mjög hissa þegar ég var kosin maður ársins á Rás 2. En það var eftir að það hefði komið upp mjög alvarlegt mál sem að snerist Orkuveitu Reykjavíkur og það snerist það að mögulega að Reykvíkingar ættu hana ekki að öllu leyti. Þannig að það tókst að bjarga því sem betur fer og það var ekki bara ég sem gerði það, heldur margir fleiri sem að hjálpuð stað með það. En það var mjög áhugaverð reynsla lendi því. Þetta er eitthvað að lokum? Eitthvað að lokum, sko, mér finnst það rosalega gaman að þið skulu vera komnir hingað og ég vona að þið er allir eftir að áfram að láta ykkur varða pólitík og heilbrigðismál og fréttamennsku og mér finnst þetta bara mjög spennandi og það verður mjög spennandi að fylgjast með ykkur. En nú veit ég held að frétt ársins núna sé að Kona fyrir stríð fékk verðlaun hjá Norðurlandaráði í gær. Já, þannig að þetta er komið hjá okkur í kvöld hjá Ráðuneytum Íslands. Sjáumst í næsta þætti. Pabbi eitthvað svona. Pabbi, hvað? Ég veit það ekki. Góðan dag. Hér er fjármálalagafrumvarpið bara komið úr prentsmiðju. Pabbi, takk. Og spurningarna fyrir og fréttastofan kemur eftir klukkutíma. Ok. Bye. Hvað segirðu, pabbi? Ég hef stækkað.